Í Ölfusi eru tveir svokallaðir hlíðarbæir. Annar þeirra Breiðabólstaður, en í þessum þætti ætlum við að skoða hinn bæinn sem heitir Litlaland. Þar búa þau Sveinn Steinarsson og Jenný Dagbjört Erlingsdóttir. Sveinn Steinarsson uppalinn í Reykjavík en var þó talsvert í sveit á sínum bernsku og unglingsárum. Hann hefur alla sína tíð haft áhuga á að gerast bóndi en starfaði þó lengst af sem sjómaður og var tíma með sína eigin útgerð. Kona hans, Jenný Erlingsdóttir, var vant við látin við bústörf þegar að Bændablaðið kíkti í heimsókn og kemur því lítið fyrir í þessum þætti. Hún uppalinn á Eyrarbakka en fluttist ung til Þorlákshafnar. Sveinn og Jenný keyptu jörðina að Litlalandi árið 1993 en fluttust búferlum árið 2003. En hvers konar búskapur stundaður á Litlalandi? Við byrjuðum í hestamennsku og fannst við þurfa að eignast smá skika. Leituðum talsvert eftir því og á endanum var þessi jörð fyrir valinu. Það var ekki meiningin að kaupa jörð en það var endirinn. Við keyptum þessa jörð og hún var þá á þeim tími mikilli niðurníðslu. Við höfðum það sem eitt stórt hobby að ásamt hestamennskuna gera þennan húsakost upp. Þau hjónin vinna bæði utan búsins. Sveinn starfar á sambýli fyrir geðfatlaða og Jenný sem aðstoðarmaður tannlæknis. Þau ná þó að gera það samhliða störfum á búinu. Það fyrir fram starfsemi hérna í húsinu fyrirpart dags. Þá reiði ég mig á gamniðankonna Fanneyju. Hún hefur hér störf alla morgna og ég svona breytilega mikið við. Og þá farið yfir húsið og hrossum gefið. Síðan húsið þrifið, það segja hreinsað úr stígjánum og borið undir hrossum. Síðan hef ég bara tamningar inni við ef að trippin á því stígi en annars farið bara út í reiðtóra þegar veður leyfir. En eins og ég segi, þá það annars vegar vinnan, þessi fasta vinna sem menn ráðnir til og svo það þetta. Þessi svona púsla saman. Ég segi nú ekki frá degi til dags en svona bara frá viku til viku. Hvað ertu með mörg hross? Við hérna með í heila teki svona 50 hross og hérna að fá þetta 6 upp í 10 fórlund á ári svona gegnum þessi ár sem við höfum verið að rækta hross en höfum heldur verið að draga úr núna og stefnaði verið að fá svona 4-5. Eru þið að selja hross? Já, þetta gengur nú út á það svolítið því miður þá það nú kannski stundum við parturinn að þessu. Það auðvitað ekkert einfalt að selja öll hross frá sér, það það ekki. En þetta myndi fljótt fara í sjálfheldu ef ekkert selt. Sveinn, sem formaður félags hrossabænda og fagráðs, vinnur að því ásamt öðrum hrossaræktendum að samþætta það að bygging og gerð hestsins hæfi sem best hæfileikum hans. Markmiðið að búa til fallegan, velskapaðan, heilbrigðan og góðgengan og réttgengan hest. Góð jafnvægi. Það þetta skemmtilega langhlaup og verkefni sem við erum í. Það stór markaður fríslenska hestinn erlendis. Við vonum og höfum svo sem verið að vinna að í okkar félagskapi gegnum félag hrossabænda og þetta hagsmunastarf höfum verið að reyna að vinna því að efla þann markað. Það velborgandi markaður. Það svona, hryggstykkið í markaðinu hjá okkur, það erlend markaður. Sveinn segir að gilda reglan í hrossarækt sé svo að vanda sig í starfi. Það mikilvægt að eiga góða hryssur og nota þetta góða hesta og forveli í sínu starfi og vera svolítið gagnrýnir á hverjum tíma. Það mikilvægt svo sem bara í öllum búgreinum. Við erum í þeirri sérstöðu hrossaræktendur að þetta verkefni svo langt ferli frá því að við höldum hryssu undir hest og fáum fólöld. Fáum til að sjá hvernig útkoman verður. Það geta verið þetta 5 til 7 ár þangað kemur í ljós hvernig að gripurinn endanlega að gera sig. Þannig að við þurfum á hverju stigi að vanda okkur vel. Eiginleikar íslenska hestsins eru margir, en einn af helstu eiginleikum hans, samkvæmt Sveini, hversu góða nærveru hann hefur. Það sést kannski best á því að fólk sem hittir hestin svona bara tegir sig til hans ef í girðingu eða hittir hann inn í hesthúsi. Það verður bara hugfangið. Líka það þegar fólk bara kynnast í að nota hestin, þá getur hann höfða til svo margra og kannski bara allra. Þessi hæfileiki sem hann býr yfir töltið og 5 gangtegundir skeiði og svo notið það ekki allir þá það svona ákveðin grunnur í góðum hesti að hafa fjölhæfnina. Og í ræktunarstarfinu þá hefur verið að leggja áherslu á það að hestur hafi þessar gangtegundir og hafi góð gangskil og góðan hreinleika á hverri gangtegund. Það svona verkefni til að halda þessari sérstöðu sem að íslenski hesturinn hefur. Geturðu hugsað þér að blanda stofninn? Nei, það finnst mér alveg fráleitt. Við erum vissulega stöðugt að betrumbæta, rækta íslenska hestinn. Það náttúrulega bara endalaust verkefni í sjálfum sér. Hesturinn eins og hann hefur þróað síðustu áratugi, þá hefur hann bæði verið að stækka og breytast í lögun. En þó að íslenski hesturinn sé oft kallaður þarfasti þjónninn,
þarf þó að styðjast við ýmiss konar tækjabúnað til að þjóna þessum virðulegu skepnum. Við þurfum náttúrulega nauðsynlega að halda svona sæmilega góðum traktor og erum með hérna New Holland lítihjólstaflavél sem er hérna alveg lykilgræja. Þetta er ekki það mikil heykju hérna á morgnana, það er kannski verið að gefa 20 hestum og hver hestur að fá kannski 4 kíló að heyi, þannig að það er ekki mikill burður eða það þarf ekki tækjabúnað svo sem í kringum það. Þó að tækjabúnaðinu sé nauðsynlegur, segir Sveinn að það sé ekkert einstakt tæki sem sé í lykilhlutverki. Aðstæðan sem búið er að útbúa á Litlalandi spilar þar stærra hlutverk. Þetta hesthús, eins og við sjáum það í dag, má segja að hafi verið byggt 2010. Það er byggt að hluta til á rótum gamals fjós. Það er byggt 1964. Það var semst rifið, undir því var haughús og fjallari og hann var fjallaður og húsið lengt og sett allt undir nýtt og sama þaki, þannig að þetta er svona myndagóða á samfellu. Við erum með litla reiðinniðarstöð eða tamningraðstöð sem kemur sér nú æði vel til að halda utan þörfur frá bak á hrossunum fyrst og líka líkur á óhöppum og allt það. En við erum ekki með reiðhöll þó við séum bara svo sem ánum með það sem við höfum. Síðan hérna fyrir utan húsið þá lagði ég svolítið í það að útbúa bæði reiðsvæði til að ríða í kringum og svo sömuleiðis til að ríða inn í. Það var svona einföld aðgerð en hann nýtist ofsalega vel í starfinu hérna kringum tamningarnar. Þetta er gammalt fiskeldiskar. Hefur þetta bara svipaðan tilgang og reiðskemman inni? Já, nema hér er ég með 18 metra þvermál og betra að ríða hestinn til gangs og svo notum við þetta bæði til þess að ríða inn í því og ríða utan það. Þetta er smíðað úr einu karri. Það var einni plöturöðinni hærra en við tókum þær plötur og deilduðum þeim inn í hringinn þannig að þess náðum þannig stærra þvermáli. Eins og sést hafa þau á Litlalandi nóg fyrir stafni. En þó geta þau Sveinn og Jenny leyft sér að fara í frí einstöku sinnum. Þegar hrossabændur og hestafólk fer í frí þá gjarnan tengjast fríinu á hestunum. Flestir hestamenn finna þegar við bara fara svolítið heiman á hestunum sínum. Að menni geta átt frábærar stundir, ógleymanlegar stundir bara í ferðalögum fjöll og fyllingi og góður að vinna hópi í fallegu umhverfi. Þá er náttúrulega hesturinn einhvern veginn verður ómetsandi og hann kannski dregur fólk einmitt inn í þær aðstæður sem að reynast svo fólki kannski bara ógleymanlega. Hafið þið verið með annars konar búskap en hrossarækt? Fyrstu 10 árin eftir við keyptum jörðina, frá 1993 til 2003, þá vorum við með sauðfé. Það var svo sem ekki margt en þegar mest lét þá var það eitthvað í kringum 60. Það var kannski ekkert hætti nema því að koma upp riða hérna í sveitinni. Við höfum ekki fengið okkur sauðfé aftur, sumir hafa gert það en við svona ekki verið til í það. Þessar stundina segjum við að það sé ólíklegt. En eru þið með einhverjar aðrar skepnur en hesta á bænum núna? Við erum hænur, honum er með hænur, íslensku landnashænuna hérna. 10-12 stykki. Þá erum líka með kornhænur og hún var að unga út við halda stofninu sína. Eins og gamalt og gott spakmæli segir, ef þú dettur, þá stendur þú aftur upp. En á þetta einnig við þegar að knapi dettur á baki. Svo sé nú gott að meta aðstæðu hverju sinni. Af hverju fólk dettur á baki, hvert að hesturinn sé stjórnlaus eða hvert að verður hreint og klárt óhapp. Ég er ekkert viss að sé heppilegt að fólk fari strax á baki hesti sem hefur hendi í ílsku. Það getur bara framkallað tvöfalt slys í rauninni og hann kannski sagt að þessu sambandi að fólk sé yfirvinna óttann sinn en ég held að það þá betra ef fólk dettur einhverju böldum hesti að fara þá frekar á traustan hest í framhaldinu, ekki vera að bjóða hættinu tvisvar heim. Og á þessum orðum endum við heimsókn okkar í Litlaland.